Heyrðu, það þannig að stundum þér hitti fólk þessar svona síðustu vikur. Að þá það svona með þessa bók hérna, dagbók frá Gaza eftir Atef Abu Saif og sumir lítið á þetta sem eiginlega skyldu að lesa en finnst það óþægilegt alveg eins og fólki finnst erfitt að bara fylgjast með atburðunum á Gaza, fylgjast erfitt með að vera að horfa á Instagram og það sem er hægt að nálgast upplýsingar um þetta. Það er ekki alltaf hægt að nálgast svona raunsanna mynd í fréttunum okkar í meginstraumsmiðlunum. Það er ekki þannig. En þetta er sem sagt nýútkomin bók frá Angústúru sem náttúrulega kraftaverka forlag algjörlega og hann hingað kominn Bjarni Jónsson sem þýddi þessa bók. Hérna þú kannast ábyggilega við þetta sem ég að segja að fólk með bókina og svona hálf kvíðu fyrir því að byrja að lesa það. Hvað þér fyrir að þýða hana? Já, sko, ég veit ekki alveg. Þegar þetta kom upp að hérna, hún María Rán hjá Angústúru hafði samband um mig og spurði hvort ég var til að þýða bókina. Þá var ég svona, mér fannst einhvern veginn, já, að sjálfsögðu vil ég hérna einhvern veginn, ég vil líka sjálfur einhvern veginn kynnast þessum heimi af því að þetta er bók sem lýsir kvöndi á Gaza undir í stríðsástandi. Þannig að hérna, en auðvitað er maður þá líka komin leið búin að stíga fætinum inn í einhverja veröld sem að maður er þó dálítið sem gleypir mann í einhverja mánuði á meðan að verið að klára verkið og það sem aðeins bjartsýna fólk þolir að stíga inn og horfast í augu við hörmungarnar. Ég er haldið þessu fram þessa dagana. Já. Það sögur haldið þessi bjartsýni að horfa, byrgja augu sín og horfa í burtu og þessi svartsýni að horfast í augu við hörmungarnar. Ég er haldið fram að segja hverju döfut. Já, nei, mér finnst svona bara að því auðvitað, ég meina, ég þekki ekki til á Gazasvæðinu þannig, ég hef ekki komið þarna en nema það í gegnum svona lestur og auðvitað yfirferð á þessari bók sem er að sjálfsögðu verður maður verður svona sérfræðingur í dálitla stund í málefninu leið maður er að þýða þannig að og mér fannst það alls ekki óþægilegt að þýða bókina. Það hefur líka svona kannski að gera dálítið með það hvernig höfundurinn þessi dagbókar höfundur nálgast efni við hann. Segðu mig frá honum, hver er Atef Abu Saif? Hann er upphaflega hann rithöfundur, hann er 51 árs og er menningarmálaráðherra Palestínu, staðsettur í Ramallah. Og hann er í heimsókn á Gaza, sko, maður kemur nú í ljós að hann hefur töluvert samskipti við Gaza sem er kannski bara mjög eðlilegt. Fjölskylda hans er þarna að meiri hluta til. Hann og hans kona, þau eiga þarna íbúð og í Gazaborg og þannig að hann er þarna töluvert á ferðinni og er staddur í borginni þegar að átökin brjótast út í kjölfarið á 7. október. Og hann tekur ákvörðun, hann er staddur þarna með 15 ára syni sínum og þeir hefur náttúrulega bara ætlað að heimsækja fjölskylduna. Hann ætlaði að taka þarna þátt í einhverjum hátíðahöldum í tilefni af palestínska minningadeginum sem að var í rauninni þennan sama dag og en ákveður síðan, auðvitað hefur hann tækifæri til að koma út, fara af svæðinu, hann er í sjálfu sér diplómat og er ráðherra af Vesturbakkanum, en hann ákveður að vera kyrrt og það er náttúrulega kannski vegna þess að hann sér í hvað stefnir, hann þekkir þetta, hann er alinn upp í Gaza, bara 73 þá fæðist hann og hann fæðist eins og hann segir bara inn í intifada uppreisnina, þannig að hann veit svo sem hvað er í aðsigi og hann vill ekki yfirgefa sína stór fjölskyldu. Og það ákveður að vera kyrrt, en ákveður leið eftir nokkra daga að hann verði eiginlega að halda utanum þetta með einhverjum hætti, halda einhvers konar dagbók. Og hann er að halda dagbók utanum bara það sem hann er að gera? Já. Þetta er sjónarhorn einstaklings inn í miðju kaosinu? Já, hann tengist hann hefur líka unnið sem blaðamaður og tengist fjölmiðla miðstöðinni á Gaza sem að
var svona drifin áfram af manni sem heiti Bilal Jatmala sem að lést því miður. Þetta var svona eins konar miðstöð fyrir ekki aðeins blaðamenn af svæðinu heldur líka erlenda blaðamenn. Þannig að þetta var svona eins og pressusenter sko. Og hann svona fer að hafast þarna við meir og minna í þessari fjölmiðla miðstöð sko og líka bara til þess að geta bæði sjálfur miðla fréttum annað og svo eins og þú segir kannski til þess að vera einhvern veginn eiga einhvers konar aðild eða þáttöku í því að miðla sögum af Gaza og hörmungunum áfram. Þannig þá er þetta bæði sko sjónarhorn eins manns inn í kaosinu en líka manns sem að reyna að ná einhverju heildarmynd bæði í atburðum dagsins. Já, og svo er hann náttúrulega rithöfundur og er líklega að draga inn stóru söguna. Já, hann er náttúrulega, við fylgjum honum alveg eftir sko fram til 30. desember á síðasta ári. Þá fer hann sem sagt fara þeir feðgar aftur til Ramallah í gegnum Egyptaland eftir að hafa náttúrulega verið á biðlista Ísraelsstjórnar í fleiri vikur og þetta er náttúrulega þessi hráskina leikur sem við höfum auðvitað heyrt og séð lýst núna undanfarnar mánuði hvernig í rauninni það skapast stríðsástand en í rauninni er þetta aldrei reguleraður heimur til dæmis bara í gegnum það að það skuli fyrirfinnast listar sem eru gefnir út af hverjum einasta degi frá ísraelskum yfirvöldum þá sem mögulega mega vera á ferðinni á milli og síðan það egypsk stjórnvöld sem sjáum framkvæmdan á því og flutning á fólki á milli en það er svona eitt af því sem kemur manni svona dálítið og óvart þegar maður fer í gegnum þessa bók í rauninni hvað þetta er skringilega innréttaður heimur. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að stríð er á Gaza og þetta virðist ganga eftir mjög ákveðnum mynstri. Ákveðnum etikettum. Já, ákveðnum etikettum og eins og þessi höfundur sem hefur greinilega mikla innsýn í þetta bæði sem auðvitað embættismaður en líka auðvitað hann er fæddur í Gazaborg og elst þarna upp að fyrir honum er þetta líka nú er þeir farnir að skipta Gaza upp í þess og þessa reiti og núna fara að númera reitina þeir taka öll nöfn út af því að það er liður í því að í rauninni að svona hvað maður segja, í afmennskunni að ekki bara fólk heldur líka bara staðir verða númer og ekki nöfn. Sögulausir. Já, og þetta er eitthvað sem maður segir þetta er nokkuð sem að hægt er að fylgja eftir í sögunni er ekki að gerast í fyrsta sinn. Byrja fyrir norðan og feta sér svo suður eftir Gaza-ströndinni þangað til komið að Rafah sem er erfiðasti punkturinn því að þá er náttúrulega búið að hrekja alla til og frá á svæðinu og í rauninni þess vegna auðvitað veigra Ísraelsmenn sér við að fara inn í Rafah eins og þeir hafa gert annar staðar vegna þess að það er náttúrulega hinn algjöra katastrófa sko. En þetta með afmennskuna, það er verið að afmennska fólk, það sé ekki, tilheyrir ekki okkur, hvað sem okkur er. En það er eins og þú segir, þá er líka verið að þurrka út menninguna og söguna og reyna að halda því fram að sko palestínumenn séu raunverulega ekki til, það er einhver sögu. Já, það er bara uppspunni. Já, það er náttúrulega... Og við sjáum þetta endurvarpast stundum á Vesturlöndum, þessum haldið fram. Já, þetta er náttúrulega þessi svona, hvað maður segja, auðvitað er þetta kannski, auðvitað haldaði fram að þessi tvær mjög traumatiseraðar þjóðir að takast á og alveg eins og Ísraelsmenn er náttúrulega þessari stöðugu, þessari endalösu baróttu lengt eða ljóst að fá að vera Ísraels ríki, að þá er á sama tíma auðvitað að hamra á því að Palestínumenn eigi ekki að sé ekki í rauninni, sé ekki þjóð, sé ekki einn þjóð. Nei, ekki tilkall til þess. Já, og sé ekki þjóð, séu bara einhver hópur, séu bara einhver hryðjuverkamenn. Þannig að og það er svona partur af því að það er... Þetta sé ekki frelsisbarátta, þetta er árás. Já, og það er áhugavert í bókinni,
hann segir sko höfundurinn að auðvitað hefur átt sér sko síðast það er 10 ár liðin frá því að síðast var stríðsástand á Gaza, sem 2014 og þá og þá segir hann sko að eftir það var heilmikil uppbygging á Gaza eins og gerist alltaf í kjölfar svona átaka af því að það er náttúrulega alþjóðasamfélagi kemur dálítið sterkt inn á Gaza með ýmiss konar, það er náttúrulega bara heilmikil uppbygging varðandi húsnæði og annað, ég meina eðlilega ef að það er alltaf verið að leggja hluti í rúst þá þarf og enga breytinga verða þá þarf náttúrulega að eiga sér stað uppbygging og hann heldur í fram sko að segir að það sé líka bara strategía hjá Ísraelsmönnum að þegar að koma til átaka að þá til dæmis þá byrjar alltaf á því að ráðast á þau skotmörk sem eru, hvað maður segja, svona prýðilegust í landslagi Gaza, bæði borgarinnar og annars staðar, fallegustu, nýjustu byggingarnar, fallegasta arkitektúrin, ítalska byggingin, egypski turnin, allt sem eru svona kennileiti sem er búið að vera streða við að koma upp. Það byrja á því að skjóta á þessi, að þetta eru skotmörkin til þess í rauninni, til þess að og sögnin er þessi, það er alveg saman hvað þið gerið. Við munum eyðileggja það. Og það er náttúrulega auðvitað, það er í þessari bók, þá er hann mjög ákveðið, þótt hann sé ekki beinlínis að hann náttúrulega er að reyna að hvað maður segja, hann er að reyna að lýsa á eins hlutlægan hátt á hann getur kundeginum á Gaza, en auðvitað kemst hann ekki hjá því að vera fæddur þar og uppalinn og eiga þarna sína fjölskyldu og vini, horfa upp á þetta allt saman og auðvitað hefur hann mjög ákveðnar skoðanir og meiningar það hvers konar stefna er rekin þarna af hálfu Ísraelsmanna. Hann er ekki að þykja það vera eitthvað hlutlaus. Nei, enda held ég að séu fáir sem að reyna það svo sem í dag, þessi hugmyndur að við getum hort á heiminn eins og úr fjarska eða tilfinningalaus guð og sagt frásögnar frá þeim sjónhóli. Það held ég að sé nú kannski ekki margir sem að trú á mætti þeirra frásagnar. En máttur frásagnar kannski í þessu er vegna þess að hann fer í gegnum kvöndaginn með okkur og þú veist og rekur bara hvernig þetta getur gengið fyrir sig mögulega kvöndagur í stríði að þá auðvitað sópast með þeirri frásögn bara allar þær hörmungar sem að við höfum svo sem líka verið að frétta af undanfarið sko. Þegar maður les frásagnir úr stríði og hörmungum að þá er það oft tvennt, það er annars vegar svona hryllingurinn sem að kolfist yfir fólk en svo er það líka oft að í frásögnin er líka svona mátt mennskunar og það hefur maður náttúrulega heyrt bara af samtölum við fólk frá Palestínu að við höfum aldrei verið nær því að öðlast frelsi, segja þær. Og segja, hvernig getur þú dregið það álöktun? Þetta er komið og þetta er orðið svo slæmt að nú er vonin aldrei verið stærri og maður skilur þetta ekki alveg. Nei. En það er samt eitthvað í þessu sem er þarna. Að eiginlega inn í hörmungunum að þá er vonin skærust. Kemur það fram í þessari frásögn eftir? Já, og það er náttúrulega eitthvað sem að höfundurinn er sjálfur dálítið að svona glíma við, auðvitað, eins og hann játar bara sjálfur. Ég meina þetta er náttúrulega hræðilegt það er hræðilegt í rauninni að þurfa að segja það, að maður sjái von í öllu saman. En auðvitað eins og hann segir, það er náttúrulega hvað er annað til? Það er bara, það getur ekki annað verið eftir að, þú veist, þessar endalösu hvað maður segja, það er engin ósnortin sem er þarna á svæðinu, það missa allir einhverja, ekki bara einn, heldur fleiri og samt sem áður eru þetta einhver drifkraftur bara fólkin í, og kannski er einhver von líka bara fólkin í því að þurfa að fara á fætur eins og hann segir sko. Og fólki gefst ekki upp og samfélagi brotnar ekki. Það þarf að fara á fætur, það þarf að fara út og finna biðröðina eftir brauðinu
þú veist, og það merkir líka hann náttúrulega segir það yfirleitt þetta krakkarnir sem eru sendir í biðraðirnar af því að fullorðna fólki hefur auðvitað ýmislegt annað að sýsla, en þegar þú ert að standa kannski í biðröðum í 3-4 tíma eftir því að fá brauð, þá þarf svona, hvað maður segja, fjölskyldan verður ofboðslega sterk eining, hafa hún ekki verið sterk fyrir, og í því er líka einhver von. Þannig að ennum leiður þetta endalaust hættu ástand af því að eins og hann lýsir í bókinni þá er í sjálfu sér engum eirt. Og bara eins og hann segir bara þú ert í bláu skotheldu vesti og stendur press aftan á bakinu þér. Sko, þú ert bara fyrsta skotmarkið. Og þú veist, hann segir, það þarf ekki að koma neinum á óvart af hverju svona margir hafa fallið á Gaza, fréttamenn og fjölmiðlafólk. Þú veist, það er bara með merkinguna. Og þess að náttúrulega rosalegu þessi dróna umferð, sem að ég held að það er eitthvað sem að kannski maður gerir sér ekki grein fyrir hversu miklu er verið að stýra af það er svo mikið eftirlit í gegnum dróna og líka bara drónaárásir. Þannig að og allt er þetta bara... Og þetta er stöðu og eftirliti og þeir sem eru með eftirliti geta drepið þið bara. Algjörlega, sko. Og það er það sem ég meina með þetta, hvað þetta virðist vera, ef maður að segja etikettur, en hvað þetta virðist vera alltaf svona regulerað allt saman, að maður færi það mjög sterkt á tilfinninguna að árásar aðilinn viti þokkalega vel hvað hann er að gera hverju sinni. Það sé ekki mikið svokölluð mistök sem eru gerð, sko. Þessi kerfisbundið þjóðarmorð. Já, þessi kerfisbundið semst að þekkingin á svæðinu og öllum innviðum og öðru sé það mikil að þegar er farið inn á svæðið með hernað, að þá er það ekki gert einhvern veginn svona ad hoc, bara einhvern veginn, við vitum ekki hvað við ætlum að gera. Þetta er bara mjög nákvæm strategi. Ekki svona, það voru 100 börn sem við ætlum ekki að myrða. Ég meina það, já. Þetta kemur þeim ekkert óvart. Nei, það er það sem hann Saif segir, það er bara, það er kannski mesti terrorinn í öllu saman, sko. Sko, frásagnir frá þessum átökum og þessu þjóðarmorði, að þær eru svona, hafi verið mikið gagnrýnt að svona frásagninar í meginstraumsmiðlunum séu svona svolítið litaðar. Fólk sem hefur áhuga á þessu segist það eiginlega bara meiri upplýsingar bara úr Al Jazeera og svo náttúrulega bara Instagram og persónulegu vitnisburði fólks og þannig að henni raunverulega atburði ná eiginlega ekki inn í svona ef að meginstraumsmiðlarnir eru meginstraumsumræðan, ég veit það ekki lengur, sko. Nei, ég meina það er að sjálfsögðu svona bók og þegar maður fer að bæði að lesa hana og auðvitað í mínu tilfelli að þýða hana þá þetta er persónulegur vitnisburður og mér fannst það að mörgu leyti gefa mér meira svona sem lesanda hvað var það svona, mér fannst það meira upplýsandi heldur margt af því sem að svona maður hefur verið bombarderaður með í fjölmiðlum í þessu ástandi, sko. Þannig að þessi hættan á að í því sjónarhorni að þá færist þér svo langt frá fólki að það koma bara einhver skringileg sjónarmið oft inn sem að kannski maður hugsa með sig, já þetta þú veist, þetta kannski var það nú það er eitthvað pólitík sem fylgir oft, sko. Ég þekki þetta náttúrulega, ég bjó lengi í Þýskaland og fylgist mjög vel með þýskum fjölmiðlum og hef svona áhuga á þessum fínu spjalláttum sem þeir eru með oft í sjónvarpinu. Þeir eru miklu meirveilugum með að ræðum þetta. Þeir eru það er einmitt að því að við erum að tala sko, þar eru að tala náttúrulega bara þjóðfélag sem er með alveg frábæra fjölmiðlun og þú veist, mjög bæði fín blöð og útvarp og sjónvarp en þegar kemur til dæmis að þessum málum fyrir botni Miðjarðarhafs og sérstaklega þessu sem hefur verið að gerast á Gaza, að þá eiga þjóðir alveg gríðarlega erfitt með að tala um þetta. Og þeir nálgast þetta náttúrulega fyrst og fremst af því að þeir segja og þeir segja það bara fullum fetum, það er bara því svokallega statsræson í þýskri pólitík er að styðja Ísraelsmenn.
það er bara nánast fylgir því að vera En einhvern tímann hlýtur það að koma til endurskoðunar. Þú getur ekki stutt af einhverju samviskubiti sem að fremur þjóðamál. Nei, en það er meira að brýtur í bága við alþjóðalög því að ef að þú ert vitni að þjóðamálið þá berðir að gera allt sem að í þínu valdi stendur til að stoppa það. Sem að horfi nú líka upp á Íslands stjórnvöld sem að En það er ekki fyrir fyrst núna, ég vilja halda því fram að það var ekki fyrir fyrst svona núna bara á vordögum sem að maður fór að heyra og sjá í þýskum fjölmiðlum. Einhvers konar umræðu það hvort að þessi rosalega samstaða með Ísraelsríki væri nú virkilega það sem að vegurinn sem að ætti að ganga til enda. En fram að því, bara í marga mánuði núna, að þá hefur verið svona nánast órofin samstaða með öðrum aðilanum. En og auðvitað þá litast öll umræða jafnvel skiptir ekki máli hversu frábær fjölmiðillinn í landinu, litast að því, sko. Þetta er mjög sérstakt á okkar heimsluta að jafnvel hugmyndin það að ég get stutt Ísraelsríki með því að vera á móti ríkisstjórn Netanyahu. Allt í hennu verður hún ekki gjaldgeng lengur. Þannig að það að styðja eitthvað ríki, styðja eitthvað þjóð, er að styðja stjórnvöld sem eru völd hverju sinni. Þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað eru margir áratugir sem að Vesturlönd þóttust hafa farið frá þessu. Nei, og þetta er til dæmis bara núna, það var bara í síðustu viku var ágætis og svona dálítið þáttur á annarri sjónvarpsstöðinni rásenni ríkisrásenni í Þýsku þar sem að fulltrúar gyðinga mættu til þess að ræða málin og þar náttúrulega kom líka í ljós hvað þar liggja leiðir manna alls ekki saman endilega. Þar skiptir líka máli úr hvaða hornið þú ert að koma og þú veist og það bara amerískir gyðinga líta allt öðru sem málin heldur en þeir sem búi í Þýskalandi þetta klífur gyðingasamfélag. Þetta klífur bara þeirra samfélag líka Var núna í frönsku kosningunum að þá voru hluti af gyðingasamfélaginu sem lýsti við stuðningi við þjóðfylkinguna sem að stefnir af því að hafa tvöfaldan ríkisborgarrétt þar sem að hluti þegnanna hefur minni rétt en aðrir sem er eiginlega bara upptakturinn af einhverju apartheid ríki í Evrópu. Þetta studdu sumir gyðingar, fórustu með gyðinga vegna þess að hinn kosturum með það að styðja fólk sem að styður frelsisbaráttu Palestínu. Já, og svo náttúrulega hefur kannski ríki eins og segjum eins og Noreg eða til dæmis Írland þar sem er gríðarleg samstaða. Svipað og hér. Já, mjög svipað á Íslandi, meðal almennings, gríðarleg samstaða með Palestínumönnum og þá ertu komið kannski bara í líka annað sjónarhorn. Þetta er náttúrulega ríki sem hafa verið að berjast fyrir tilverurétti sínum eða gerðu það á sínum tíma og eru kannski þurfa svo sem alltaf að vera að hugsa og þar horfir fólk auðvitað bara á þetta allt öðrum sjónum heldur en segjum úr Frakklandi eða Þýskalandi. Það er bara og þó liggur ekki haf á milli þessara landar Nei. Herðu Bjarni, ég ætla að biðja þig að lesa aðeins smá úr bókinni svo við heyrum nú rödd Atef Abu Saif eins og þú flyttur hann yfir á íslensku. Dagur 40, miðvikudagur 15. nóvember. Það eru liðnir 40 dagar. Talan 40 hefur heilmikla merkingu í íslamstrú. Ef einhver deyr ætlast til þess að viðkomandi sé syrgður í 40 daga. En við erum ekki dauð, við erum hér enn. 5:30 í gærkvöldi var komið myrkur og allt með kyrrum kjörum að þér virtist. Við Móhamed vorum á leið heim til pabba þegar 2 ljósgeislar birtust á þröngri götunni fyrir fram að mig. Ég hélt að þetta væri skriðdreki eða háu ljósin á flutningabíl. Við blinduðumst hálfpartinn, svo var allt skjannabjart. Þegar ég leit upp fannst mér himinin loga. Það var eins og ákveðin svæði í kampinum væru upplýst en önnur ekki. Þetta voru ljósgeislar frá drónum sem hermenn á jörðu niðri notuðu sér til leiðsagnar. Ísraelar hafa í meira en 20 ár beitt hátækni við víðfemt eftirlit sitt á Gaza. Það er allir pakkinn. Sjónaukar, hitamyndavélar, talstöðar,
njósnaloftbelgir svífa yfir landamærunum, myndavélar hanga í vírum yfir einskismanns landi, herskip lóna fyrir utan ströndina og svo það drónarnir sem fara suðandum himinin í tugatali, dag og nótt. Þetta stafræna hernám virðist kannski ekki yfirþyrmandi við fyrstu sýn. Þrátt fyrir að Ísraels her sé staðsettur handan landamærana hefur hann nákvæma innsýn í það sem gerist á Gaza-svæðinu. Palestínumenn hins vegar ekki með lofther. Við erum ekki einu sinni með flugbraut eða sjóher, hvað þá hátæknibúnað. Við megum ekki vera með neitt slíkt. Maður hlýtur að spyrja sig hversu mikið óvægi þurfi að vera á milli stríðandi aðila til þess að hernaðar aðgerðir telist slátrun en ekki varnarstríð. Ég hætti við að heimsækja pappa. Múhameð velti fyrir sér hvort ljósaganginum væri ætlað að leiðbeina orðstuðþotunum eða skriðdrakonum, loks sagði hann, ég held að þessu öruggast fyrir okkur að vera inni. Þegar við vorum komin aftur upp í íbúð, gægist ég út og reyna að slá tölu og drónana og ljósgeislana. Þegar rökkva tók, skutu F-16 þoturnar á 2 hús í kampinum í eigu Al-Matun fjölskyldunar og Mati fjölskyldunar, beint fyrir aftan Mohannads shawarma staðinn góðkunna. Báðar byggingarnar gereyðilegust og nærliggjandi blokkir skemmdust. Í mörgum tilfellum höfðu útveggirnir einfaldlega hrunnið. Þegar ég stóð þarna upp á haugnum ásamt hópi fólks og horfði inn í íbúðurnar í þessum fjölbýlishúsum, leið mér næstum eins og leikara sem tekur við fagnaðarlátum áhorfenda á svölum og í heiðurstúkum. Blokkirnar göftu við okkur með hreinum furðusvip. Björgunumenn voru að reyna að ná unglingsstúlku úr rústónum. Það var eins og hún verið sofandi. Hún var í rauðum íþróttagalla, hún lá á bakinu, vinstri höndin hvíld á brjóstinu og minnti mig á þyrnirós. Steinsteypt loft hafði fallið ofan á rúmið hennar. Mennirnir fjarlæði brakið umhverju stúlkuna að mikilli varúð eins og þeir vildu gæta þess að vekja hann ekki. Það eru liðnir 40 dagar og maður veltir því fyrir sér af hverju heimurinn sé orðinn svo sturlaður að hann megna ekki að stöðva þetta stríð. Menn orðaði það ekki einu sinni. Takk fyrir þetta, Bjarni. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja þennan furðulega heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is